Já, veriði velkomin í Ég er velkomin Akkur þetta alltaf bara einhvert einskipti sem við erum að taka með þátt. Vá, það var svo fyndin hlutur að gerast. Það var svo viðbjóðslega fyndin hlutur að gerast. Hvað það? Já, veitu nú, ok, það er fórst aðfest það. Það ekki. Herri, ég ætla fyrst, áður en við förum í þetta mál, þá ætla ég að biðja alla podcastala fans að hjálpa okkur fara og deila þættinum á Instagram. Langt síðan ég sé fólk deila þættinum á Instagram. Já. Og ég vil sjá meira, það er svo gaman að sjá, þú veist, hvar eru það að hlusta á þáttinn? Hverjir eru að hlusta á þáttinn? Já, þetta þannig að fólk tekur selfie á sér að vera að hlusta á þáttinn. Já, eða vídeo á vinnustafnum eða eitthvað svona. Já, ég fíla það. Ef þú sendir mig bara selfie, skilur þá bara eitthvað hvað, það sendir mig fokkin selfie, skilur bara peppa almennt. Það er bara alltaf það sem við þurfum. Við erum alltaf að skríða ofar og ofar. Þetta er svona eins og Mortal Kombat, eða munið eftir því þegar maður var í Mortal Kombat, þá kom svona stika, þegar maður var í karriérmót. Svona tröppur. Já, og svona fór andlitið ofar. Og podcastalinn er, þú veist. Við vorum að vinna Cyrax eða eitthvað. Já, eitthvað svona sem var ekkert spes. Nei, ekkert spes dæmi, en efst uppi Shang Tsung. Self-trick Fight. Djúvill gæti hann verið eitthvað svona karakter í eitthvað svona, veistu hvað að tala um? Svona barndaleg. Já, í svona greifist svona fram og aftur. Ég fíla það. Herðu, skrifaði niður. Ég ætla að koma síðan inn á, það var svo típist að tala um sponsin okkar í byrjun á þættinum. En ég ætla að tala um hann í miðjunni á þættinum. Sponsin? Já, Birta CBD sem er að spons. Já, nýji styrtaræðilinn okkar. Nýji styrtaræðilinn sem er ég. sem bara ég að tróða mér inn eitthvað. Ég heyrði því agur á þættinum. Birta CBD, þetta er gott á hnén. Þetta er gott á hnén. Já, þetta er sko, þetta er legit það, ég prófaði þetta og þetta er alveg þannig að ég prófaði þetta ég pantaði þetta til landsins við sem erum í þessu, við erum fjóru partnerar og við testuðum þetta legit í mánuð árum fórum að selja já, þetta er good shit og ég er búin að nota CBD miklu lengur en ég ætla ekki að fara inn á það strax ég ætla ekki að drepa fólk í byrjunum á þættinu strax ég drep fólk í miðjunum á þættinum það sem var að gerast er svo viðbjóðslega fyndið og sko, við ætlum taka fram ég er ekki að fara að snitcha neitt ég er ekki ég er alveg upp í Breiðholtinu I ain't no snitch skilur já, ég veit það er bara það er bara reglan en djúvill langar mér ekki gera það maður nei, ég er ekki verið en það er bara svo fyndið hluti, það sem gerist var að það er síða sem að heitir podcastalinn Memes sem að ég reyndar núna sko, nú höfum við þetta ég held að þeir vitir reyndar hver þú ert líka sko, þannig að þetta er even eitthvað podcastalinn Memes byrja að gera meme og við veitum ekkert hvað það er og síðan byrjar podcastalinn Memes svona, ég segi ekki stríð okkur en samt smá, það er svona, við erum að gera memes um ykkur, þið munu aldrei vita hver við erum og þetta er alveg þannig að við erum alveg búin að spá í þessu innanhús, skilur við þetta er verið alveg þeir voru að kenna mér þetta Arnar Freyr er bara veikur heima, hann er búin að spá svo mikið í þessu já, ég vant að spæði, hann er búin að vera mikið frá maður hann er í hann er í smá frí, hann er að sinna öðrum verkanum tímutið allavega það sem gerist er að síðan þannig að bara komum og við erum alveg sáttir skilur ég er ekkert eitthvað að deyja að veit ekki hvað það er mér er bara gaman að það sé að komin memes okkur já og leiðilegt þau eru koma ekki inn já sem er ekki búin að koma í smá tíma já what the fuck
Já, podcastal memes og síðan er gert eitthvað lag og það er með svona hluti af lagin okkar og aldrei viti hvað þetta og við erum farin að ásaka hvern annan. Við vissum að þú hafa gert það, þú vissum að ég gert það, síðan erum við farin að gruna eitthvað lið hérna sem er að vinna svo, við að klippa þáttinn og eitthvað. Síðan bara höfum við ekki spáð þessu smá tíma og við hugsaum bara, við erum ekkert, það er enga traces, við erum með þess að farin að við vorum búin að fara að ásaka aðrar meme-síður skilur við vorum að ásaka aðrar meme-síður eitthvað hver þetta væri síðan vorum við bara búin að gefast upp síðan fæ ég bara skilaboð í morgun frá ég ætla ekki að nefna neina en það er bara Pía sem að segir og ekki bara lesa þetta upp án bara sleppti nafninu en lest þetta bara orð fyrir orð já Hæ, Gauti, ég sá mig, sem að segja mig. Hún var að senda núna, hún var að senda svona apan sem heldur fyrir augun. Embarrassed gæði. Embarrassed. Herru, halló Gauti, má ég biðja þau einn stóran greiða. XXXXXXX, sonur minn, XXXXXX á Instagram, að segja hvernig gamall. Já, maður það ekki. Nei, ok, er eitthvað gamall í dag. Stór áfangi. Og hann heldur mikið upp á því. Hann gerði til dæmis síðu á Instagram varðandi podcastið hjá okkur Arnari. Er einhver möguleiki á að þú getur skilað afmæliskveðju til hans með fyrirfram þökk mammans. Maður, sikka á náðumannum. Mammans og það er svo ógeðslega fyndið að vera revíl og snitsaður af mömmu sinni. Að því skilur, þetta hefur verið bara, ég held að potti ekkert eitthvað í háfum haft eitthvað, við erum með síðum þá eitthvað, en manneskjuna grunaði pottið aldrei að mammas myndi skilur senda mér síðan skilur hann held pottið að vera safe já, 100% það eru pottið hættir að pæla í þessu maður og hann líka var low-key með mýmin og svona í smá tíma og mátt byrja aftur núna en það er byrju, as we go sko, þá er ég að fá skilaboð nei, það er verið að blackmail okkur núna ég sendi síðan bara inn á podcastarinn memes og skrifaði til hann ekki með ammælið og eitthvað svona og fæ tilbaka eitthvað fæ tilbaka, nú skulle ég reyna að finna út hver restin er og síðan er heyrðu, ok við erum til að gera samning við ykkur og það er ekki komin eftir meir og ég veit nákvæmlega hver samningurinn er skilur þú? Hvað er það? Og ég skrifa bara, ok, bring it já við erum til að gera samning við þá sendið okkur nektarmyndir ræðilegt nei, mér finnst þetta bara ég dýrka þetta sko ég dýrka þetta ég dýrka hversu svona sakleysislega þetta böstast óvart já, mjög krútlegan hátt sko og ég líka dýrka hversu ég er að gera mikið mál og eitthvað sem skiptir annað fólk ég elsku sérst í ykkur samningsviðra núna já, núna ég var bara að segja já, manneskinn segi, heyrðu, ok við fáum ok þetta er heldur gott hvað? Heyrðu, við erum til að gera samning við ykkur við fáum að koma í riddaraþátt til ykkar held og afhendum ykkur akkántin búm er ekki bara svolítið dýl? jú, en enga kamerulegar fyrir utan okkar enga kamerulegar já, ég svara svo núna og ég svara svo eftir ég sagði bara að þeir verið sóttir frá hverfiskötuna þið verðið og við þurfum að setja póki úr hausuna á okkur meðan við keyrum ykkur áfangastað já, ég sendi þetta eftir okay, ég get ekki, að því að ef ég er að fara að gera þetta á saman tíma og við erum að taka þáttinn þá er þátturinn bara þú í símanum leðilega þáttur það samt, en ok ég veit hvað ég geri, gamla góða BRB hvað er það? Be right back alveg rétt, það er svo gammalt mann heldur að fólk veitir hvað það er núna og það segja, sko, alveg er að líka þess að viti, be right back nei, þú ert
setti bara símann í vasan. Ég myndi að spá þessu bara í morgun. BRB, já. Að ég var að tala við félag mér sem ég hafði ekki heyrt í heilengi. Já, hversu lengi? Ég hef ekki heyrt í hann í örugglega svona 5 ár og ég hef ekki séð hann í svona 10 ár. Ég voru að vinna með hann í gamla daga og hann heyrði í mér. Heyrti hann 5 ár síðan í 10 ár? Já. Ok. Og bara síðastir ég heyrði hann og hann var bara eitthvað mjög stutt og eitthvað. En allavega, hann hefur samband, er þetta röddin þín í podcastalanum eitthvað? Já. Og ég eitthvað, þú veist, sagði hann það ekkert. Það fórum að spjalla og við erum að spjalla í smá tíma bara í gegnum eitthvað svona DM, skilurðu, og hann kemur inn á punkt sem ég oft hugsa út í. Sem direct message. Já, sem direct message. Fyrir gamla fólki sem er að hlusta. Að Birbi. Bara hvernig, þú veist, það kveður enginn lengur eða valla heilsar. Þetta er alltaf bara, hei, ertu með þetta dótana? Og svo bara, já, og svo fer fólk bara, þú veist, gerir eitthvað annað og það er alltaf til taks, það er ekki að fara neitt, það þarf ekki, þetta er eins og þú vorst að koma inn á, þú þarf ekki að kveðja neitt út og þú ert alltaf. Þetta fríka mig smá út. Já, ég veit það. Þetta sem þú varst að segja núna, fríka mig út. Já, að vera aldrei einn. Já, ég náttúrulega búin að vera tæmið með það að I don't give a shit. Ég kom inn í það mót. Þú veist, ef þú sendir mér eitthvað, ok, ekki ef þú sendir mér eitthvað. Okay. Ef einhver random sendir mér eitthvað og ég opna, I don't give a fuck. Ég alveg talað. Mér drullu sama þó að svo manneskja fá tilfinninguna að ég sé eitthvað sýnana, gústana, whatever. Mér finnst vera, í fyrsta lagi finnst mér þetta vera mesti hönnunagalli samtímans. Já, síndæmið. Hversu oft eru óvart opna skilabóð og fuck? Veistu hvað, oft óvart opna skilabóð bara í umferðinni. Já, ég byrja að segja það. Og þetta eitthvað svona, auðvitað á ég ekki að vera í símanum með umferðinni en bara I note to everybody, skilur við. Allir. Opnum við ekki símanum rauðljósi. Allir. Reynum við ekki stundum ég reyni stundum að lenda á rauðljósi til þess að ég hef gert það líka. Það er siðlaust. En ég hef líka næstu í drepi mig og það ég var bara eitthvað að skipa ad á YouTube sko. Já. Ég sko ég er alltaf að skipta músík eitthvað svona dæmi og ég ger þetta hygglaust og ég þarf, mér er einhver svona höldum fókus auglýsingu fyrir mörgum árum sem er eitthvað ekki aldrei verið símarum. Ég man eftir. Já, ég meinti þetta alveg þá. Já, meinir þetta þá í dag og bara það er ekki öðvig. Já, ég meinti þetta, ég bara miklu háðar þessu heldur en ég væri til að vera. Þetta er svo ótrúlega reckless út af því að hvað maður gerir þetta fyrir bara það að maður verið afþreyingarlaus í 10 mínútur. Hversu oft hefur verið? Já, nei, ég er ekki að grínast. Ég er að fara að taka tónlistöðu á morgun og ég fór upp að Höfða að sækja bíl í dag og ég settist inn í bílinn og að því það var ekki Bluetooth frá Höfða og niður í Vesturbæ en dóttir mín var samt með bílnum þá hugsaði ég, vá, hvað á ég að gera á leiðinni? Ég tengi svo mikið við þetta. Þú veist, sem er samt svo stúpid. Ok, til dæmis tala við dóttur þína. Fylgjast með umferðinni. Fylgjast með umferðinni er alltaf mjög góð punktur, sko, og sérstaklega á þessum tíma. Nei, þú veist, hversu oft hefur verið í umferðinni allir sem hafa keyrt bíl einhver tíman, lengur en bara þú varst á bílpróf, hafa næstu í dag í umferðinni. Já, ég held að sérstaklega þetta er símanni komið, sko. Já, ég er líka bara fyrir það. Hversu oft hefur maður verið í einhverju mómenti að næstu klæst aftan á eitthvað. Ég er ekki að segja, veist, það eru svona 1000 móment sem ég hef átt það sem að gerist næstum því eitthvað. En það gerist ekki. Ekki ég, sko. Ég man eiginlega eftir flestum svona sem ég upplifði mig eins og ég hefði næstu ekki að drepist, sko. Já, ég er mjög ekki en athyglisbrest. Ég er bara... Þú er bara að gleyma, já. Ég man eins og, ég man svo mikið eftir á æsku, á strák sem ég alltaf hanga með, sem heitir Ernir og voru svona bestu vinir og við töldum einhvern tímann sko yfir 10 sinnum þar sem hann hefur bjargað mér frá því að labba fyrir bíl. Það fyndi mér, ég gerði þetta einu sinni fyrir félag minn og við bara báðir bara gleymum þessu aldrei. Lentið þú í þessu 10 sinnum? Bara oftar, skilur við. Því hvað varst að gera? Varst það ekkert að fylgjast með? Nei, bara labba. Bara reckless labba. Og þetta var prísími, skilur við. En var enginn sem kendi þér, þú veist... Og lítið til begge hliða og með þess að aftur í hinn áttina. Eða bara til vinstri, skilur við, eða hægri. Ég var í dag og ég er ekki að íkja neitt.
Í dag fekk ég símtal frá kvíðameðferðarstöðinni. Býtu, check this out. Að ég hjá sálfræðing, sko, að ég hjá sálfræðing þar, en fyrir 5 árum þá sem sagt fór ég á kvíðameðferðarstöðina og fór í svona ADHD og ofvirknisgreiningu. Ok, til geggja topic. Hvað með það? Ok. Sem týndi í blaðinu. Skýrslunni. Já, ok. Skýrslunni og ég sé aðteklisfræðast. Að ég svona, máli, ég hugsaði á sínum tíma hvort að ég ætti að fara á lyf og testa, sko, bara, þú veist, hvort ég ætti að gera eitthvað í þessu. Lyf og pröfa það. Er ekki þannig það? Þú veit ekki að tala um... Jú, hugsunum mín þá var, ok, nú er ég orðinn fullorðinn maður, ég er ennþá með athyglisbrest og ég er ofvirkur. Það hamla mér oft, en ég hef líka komið mér áfram. Hugmyndin mín var að prófa lyfin og sjá hvort það myndi betur bæta lífið mitt. Síðan tók ég svona sjálfstæða ákvörðun að gera ekki. Síðan, sko, er ég búin að vera náttúrulega mikið að vinna í mér og sérstaklega síðasta 1,5 árið búin að gera alls konar, skilur, prófa stunda mér líkansrækt og fara einhverja andlegar leiðir og hugleiða og bara gera alls konar hluti sem lætur mig líða vel. Mig langar að prófa geðlyf? Nei, svona athyglisbrest, bara konserta, skilur, eða samheitalyf. Er það ekki eitthvað svona, myndi það ekki flokkast undir geðlyf? Nei, það held ég alveg örugglega ekki. Hefur þetta ekki bein áhrif á hausinu? Nei, þetta breytir ekki, þetta er notað til þess að fókusa eða slaka á. En það sem ég ætla ekki upplifað það. Það klára söguna. Nei, hún ert ekki ofur, ekki með athyglisbrest. Nei, kannski. Þannig að það er erfitt fyrir að tengja. Þetta breytir samt ekki þeirri skoðun sem við höfum oft rætt að ég tel að læknar sé að dæla óþarflega mikið og svona, og við getum alveg komið inn á það. Ég til það líka. Við getum alveg komið inn á það. Ég er enda smá búin að nafngreina núna, sko, ég er náttúrulega ekki að nafngreina lækni eða neitt. Mér fannst þetta furðulega, ég fór það sem ég get sagt er, ég fór þarna og sagði frá hreint og beint, skilur, en ég hefði líka geta gert allt annað. Þú veist, ég var ekki tekin í eitthvað test að láta hlaupa eða láta fara í IQ-test eða, þetta var bara crossapróf sem ég. Það er það sem ég ætlaði að koma inn á. Er þetta ekki bara crossapróf? En það sem ég ætlaði að segja, að ég er að reyna að fara eitthvað með þessa sögu. Já. Að ég var ekki eins og út af hverju ég byrja að segja það. Út af því að þú ert með ADHD og þú fórst þarna kvíðameðferðarstöðina og þú Já, af hverju byrjaði að tala um það. Fekk símtal. Það var byrjun á sögunni. Ég fekk símtal. Hvað er með söguna? Já, og ég fekk símtal og það bara, heyrðu, þá sem sagt, finnur hún ekki, ég hringdi um daginn og var bara, heyrðu, ég er nokkuð viss ég hef einhvern tímann komið til ykkar í greiningu og borga slatta pening fyrir það, en ég finn ekki blaðið. Skilur, hún bara, ég skilur. Já, ertu með athyglisbrest? Ég er, já, svona bara, já, þetta er mjög algengt, sko. Nei, alveg auðvitað. En síðan var þetta náttúrulega búið að vera svo lengi og sko, hún var bara, hvað ár var þetta? Og ég bara, svona 2015, 14, 13, 16, eitthvað, ég veit ekki. Eitthvað starfar á því bili. Kanntu ekki bara að googla eða tjekka á kennitölunum? Nei, persónuverndar dæmi, skilur, þetta er ekki skráð í gagnagrunn, þannig að þú veist, þú sem læknir getur ekki flett upp mínu vesinni. Það er bara, þessi læknir er bara með þetta í sínu skjálasamni, eða eitthvað svona, bla. Þetta er ekki eins og eitthvað málaskrá hjá lögreglu, eða... En kannski kjánlega spurning, en ert að mæta nafnlaust til hennar? Nei, ok. Nei, ekki ræða nú ekki, sko. En hún ringir og ég bara, síðan var hún að spurja, skilur, hvernig var svo geggjað spurningar, var hún ljóshærð eða dökkhærð sem tók á móti þér, að hún fór að reyna að finna læknin, var hún ljóshærð eða dökkhærð, ég alveg, og heilinn byrja bara
dökkarð, en samt inni mér veit ég alveg bara, nei, það er ekki séns á munið þetta, skilur Nei, það er engin fræður hún var bara, manstu eitthvað ég man að ég kom og ég man að það var kona skilur, það var eina sem ég man en síðan síðan skelli ég á og ég fór eitthvað að gramsa í geymslunni og ég fann þetta blað Þannig að þú týndir það ekki? Jú, týndi því í 5 ár Já, ok, Það var frá 2015, ég fann þetta. Þú fannst það, ok Ég fann það. Ég man ekki hvort ég var að fara með þessu sögu. Anyway. Ég var alltaf að býða eftir að kemja eitthvað punchline, en er þetta sérst að þú ert með það mikið ADHD að þú tekur svona greiningu og týnir sem greiningu? Já. En mér okkur svo vita... Ég man ekki hvað vorum að tala undan, ég er ekki að djóka. Þetta er bara típist dæmi þetta. Ég myndi gera grínar ef ég myndi muna það. En mér okkur að spyrja út í, er þetta síðan bara umslag, svona eins og Óskarsverðlaun eða eitthvað bara, þú ert með ADHD? Nei, þetta er alveg svona nákvæm greining á... Hvernig getur þú gert nákvæma greining út frá krossaprófi? Því þú ferði í viðtalsmeðferð líka, auðvitað. En það var einn hlutur sem ég var alveg, eitthvað svona, ég kannast ekki þetta. Allt var bara accurate, skilur við. Ég átti erfitt með að setja, og ég meira þess að stóði þessu, þegar Gauti finnst erfitt að setja kjör, og ef honum finnst erfitt að einbeita sér byrja hann að smetla fingur þú veist og svona til að leiða höfðan eitthvað en síðan stóð eitthvað þetta er hrjáð hann svo mikið að hann hefur ekki einu sinni getað farið í bíó og ég var ég man ekki eftir á nokkuð tímar ekki getað farið í bíó út af þessu en allt hitt var bara upp á 10 skilur við Ég myndi að skoða svona próf. Ég veit ekki alveg eitthvað, mér finnst eitthvað fyndið við þetta, sko. Hvað? Þú veist, ég skil ekki þetta dót, sko. Ég held að sé, ég held að það hafi verið 100% rétt ákvörðun á sín tíma að ég hef ekki farið á lyf sem krakki. Mjög sammálaði. Þar er ég sammála og þar þakka ég mömmu massíft. Af því að hún... Var hún að hvetja þetta að gera það ekki? Já. Nei, hún sagði bara, gleymi. Hann er bara strákur, skilur. Hann er bara æstu strákur. Þú ert á talum bara, Ég var í grunnskóla. Og svona upp úr 7. bekk. Þá bara svona, þú veist, ég veit ekki. Þá byrja bara að vera, erfiðar að einbytta mér og svona orðin æstari og það var einhver óbeisluð orka, skilur sem að seinna meir náttúrulega bara nýtti sér í að ég er frábær performer, skilur ég er ógeðslega fucking góður performer ég hef heyrt það hefur aldrei séð mig spila ég skal bara segja það í alveg sko, ég ætla að segja reitt ég hef basically bara farið á tónleikana þína og Korn tónleika og svo kíkti ég aðeins á Reis Remmord þá til ég var bara svona það var líka einu leiðilegst tónleika sem ég farið á ég líka og það var bara svona all due respect við Reis Remmord en það var hundlegilegi tónleikar og ég nefndi ekki svo klárað á einmar rétt og svo var mér boðið á Ed Sheeran segið þetta eitthvað villist hvernig getur þú munað alla fucking leikari heimi og kalla Ed Sheeran Nei, ég fórstu á tónleika Nei, ég fór ekki ég man ekki hvað það er að gera bara örgulega tjekka, ég sé ekki eftir því Nei, guð og ég ætla ekki, sko við skulum ekki vera gaurarnir það var allt og kallt var það úti? Já, allavega það var ískallt ég vona að það var úti ég er samt pínu þetta lítið var ekki lögðarsöllinu sko, leiðilegustu tónleika sem ég farið á tónleika sem ég lappaði út af því miður, af því ég er Justin Bieber maður, sko lappaði út af JB? Ég er Justin Bieber maður, ég dýrka fucking Justin Bieber ég hataði Justin Bieber þegar ég var ungur veistu út af hverju? Jealous? Mega jealous það ekki bara? Jú, auðvitað auðvitað var maður jealous ertu að grínast, veist, hvernig er hann fæddur? Hann er 91 eða eitthvað ég held að sé ennþá yngri en það sko 92, 94 ef það segja 94 þú mátt gíska, ég skal finna 94 já, boom 94 já, 26 ára
sko, sem ég ekki vera boom að vita bara hvað, eitthvað þriðjastasta popsögn í heiminum eitthvað, yeah, bam herri já, auðvitað vildi maður ég var 15 ára eitthvað, kemur ykkur 11 ára gæi sweeping up Já, og með Ludacris já, chilla með Ludacris mega young handsome, frægur ríkur með öllum beibunum, skilur En erst þú að tala bara baby Justin Bieber? já, þegar það að fyrsta sem maður En ég til dæmis bara sér á honum Ég fílaði hann bara ekki neitt þá veist, þetta var bara nei, það sem ég að segja Ekki út af jealousy, skilur mig Ég verða við ekki come on Nei, ég að vera það var öðruvísi þarna, skilur ég held að, sko, í dag Ég var jealous út í Báá í Like Mike það? Já það ekki einhver Það var ekki bíum þetta sem ég fekk gömlu skóna sem Michael Jordan og gæti að hoppa þess á hann leikum Michael Jordan í henni, eða? Nei, bara skótnir hans ok, það er fucking myndið djöld bæði vei, var það ekkert úr þeim gaur? Nei, ertu búin að heyra um Báá Challenge það? Já, sem að feika Að fljúga með enga já, en býtu ok, förum setnið það en með Bieberin, ég ætlaði að klára veist, að ég fer á þessu tónleika sem í kórnum sem hann hver við hliðin á Breiðholti Já, Vassendin já, sem var sveit þegar við vorum börn Var ekki til var ekki til, það bókstæla ég fór í skátótulegur þarna Já, þú veist, ég má bara, það maður koma náttúrulega, það var bara engin byggð herri, fyrir tónleika og drullu peppar, ég man ekki ég held meiri segja þér að segja ég hef keypt með það Ok, það er alveg mikið sagt frá þér já, ég keypt með það á Justin Timberlake sem voru með betri tónleiku sem ég fara á Já, ég mun að heyra það ég man ekki hvort ég hef keypt með Justin Bieber en ég allavega fer, ég man ekkert með hvernig ég var hérna hvort ég að fara með Jófinu eða eitthvað Ok og í fyrsta lagi þá er röð bara niður í miðbæ það er eitthvað svona sér Þá hef ég selt mér það bara það er sér strætóður í gangi og ég man að maður er sko í röð og ég er ekki að bylla maður er að fara í kórin hana og maður er í röð Í fellunum bara nei, maður er í röð við lögðum í Breiðholti og löppuðum yfir Új, og fórum í röð og það var röð svo langt skilur, það var röð bara alltaf hafi verið 2000 manns í röð og undan mér, skilur Hvernig, ok, og klára það gekk alveg hratt fyrir sig en ég er samt bara orðin drullu pirraður hana síðan kemur maður inn og það er bara sæku mikið að liði sem er, og ég man ekki hvort ég að fara bara barinn og kemur mér eitthvað bjór og hugsa bara, ok, ég get ekki drukkið of mikið bjór því þá þarf ég að pissa og þá þarf ég að fara eitthvað annað, skilur og ég kemur bara svona temmilega þægilega fyrir One on One Boys byrja og það var bara fínt, skilur þeir fengur náttúrulega ekki að snerta ljósa sjóið eins og Bieberinn, skilur, það er alveg bara regla, skilur þú ferð að svona sjó, þú ferð bara að nota 5% af því sem hann notar Er það samt ándjós bara eitthvað svona regla? Já, ég ger þetta sjálfur, skilur Já, er það ekki? Þú ert meina vendið, skilur Jó, þetta er svona eins og á bleikt skí útgáðtónleikunum, skilur, Flón er að hita upp Flóni kemur með sitt geggjaða dót og það var ekkit, hans performance var fucking illaðir Mér varst það geggjað, sko en hann fekk ekki flamethrower, neistavélina, skilur Hann mátti ekki fara á mitt sviðið Nei, svona, að því maður býr til eitthvað gimmick og hann myndi líka aldrei byggðum og ég myndi aldrei gera öfugt, skilur, ef ég var að heita fyrir Flóna, skilur Já, gerir það myndi ég ekki gera heldur en hérna, í fyrsta tónleika þeir klára að spila það var frekar nett, skilur, og gaman að sjá þú veist, One on One Boys á svona stór svið og hérna One on One Boys, er það það er, þú veist, Sturla Atlas og Joey Christ og já, Logi Petró, þú veist, þannig að 101 gengi, skilur síðan kemur Bieberinn á svið ljósasjóið 10 dansararnir 10 skjávarpar 10 hljóð 10 allt fucking geggjað nema hann gaurinn bara nefndi ekki vera hana og sko ég stóð kílómetr frá honum eða eitthvað skilur en maður sá það bara hann fyrsta lagi nefndi ekki syngja mækin hann er ég held hann
sko miðað við viðtöl og hvernig hann er að expressa sig í dag verðist hann dálítið búin að vera að finna sig aftur, skilur orðin dálítið cool. At this point var hann bara, ég held bara þegar þú ert orðin svona ríkur og þú ert keyrður áfram að eitthvað svona peningaöflum, skilur, þú stjórnar engu í lífinu. Ég held bara að þið sér bara drullu saman og það gleði þig ekki neitt. Þú fær til Íslands og það eru 8.000 manns fyrir fram að þig, 10.000 manns, eða ekki meira, ég veit það ekki, á fucking mikið elið hana, skilur, 20 tónleikar og þú ert bara, þetta gleði mig ekki, þetta bara gleði mig ekki neitt. Og ég held að þetta sé svo ógeðslega brenglað ástand að þessi orka, hún smitaði sig. Og ég eftir smástund, ég man ekki hvort ég hafi tekið 5 lög eða eitthvað og ég var bara, fuck this shit, skilur við. Ef hann er ekki að vera hennar, en ég ekki heldur að vera hennar. Ég fann það bara, þetta var mín upplifun, skilur við. Kannski var ég illa stendur líka, en ég fekk þetta. Annað en þegar Justin Timberlake kemur, og Justin Timberlake er ekki minni stjarna en fucking JB, hann er bara alltaf öðruvísi stjarna, hann er búin að vera lengur, hann er búin að vera barnastjarna, búin að, þú veist, gangi gegnum alls konar shit og er núna bara, þú veist, mjög vel established gaur sem er að slæti fertugt, skilur nei, veist, orðin fertugur hann lítur á hann fertugur ef að segja hann sé 43 ára ég er ekki með sko, ég segi hann er 40, hvað sagði þú, 43 eða 40 ég ætla að segja 40, bara fertugur ég held að segja yngri með höldum hei, boom, 40 ára hann er 40 ára 81 model hann er 81 model sko, hann mætir og hann er með svo góð orku veist, orkan hans er bara veist, og hann kann þetta skilur, hann er, veist, Justin Bieber var bara saman hvað ég geri hérna, ég er samt að fara að selja bara endalust hérna, og reyndar Justin Timberlake örgulega líka, skilur, þetta alveg skiti í sig hana, en það var bara öðru orka, skilur kunn á krátið en var það gat ekki þóst vera og ef hann var að feika þá var hann góður að feika já, en eins og með JB, var þetta ekki meira, var hann ekki að enda einhvern fucking ég held að hann hafi verið gigantíska að byrja ég þarf að tjekka því og það, mér er það skipt ef hann var að byrja, þá var hann bara douchebag ég nefnilega held sko, mér minnir að þetta hafi verið fyrsta giggið á Evróputúrnum sem að já, mér minnir þetta hafi verið síðast skrifa bara Justin Bieber er þetta ekki Purpose World Tour, eða? Var þetta ekki það? jú, searchaða bara hérna, hvað árið þetta var, ég man það ekki maður já, en þú veist allavega, hérna mér fannst þetta bara svo, veist, mér fannst þetta bara svo mikið fucking, veist, og ég ætla ekki einu svona að reyna að setja mig í spór Justin Bieber og hversu ógeðslega þreytt hans líf er eftir að ég held að sé geðveikt að vera svona ógeðslega frægur og ríkur og sætur í svona ár já ég held að sé gott í svona ár og síðan hérna byrja bara að líða þetta að hrynja, held ég bara trúi því ekki að þú getur verið frægur en ég myndi það að píka líka svona snemma þú veist hvað hann var að gera restina af æfisinni skilur veistu smókaði við já þetta er aðeins öðruvís en nema þú veist mér horfður á hérna veist ekki, horfður á Halldór Helgason hjá Edda Blöð já fannst þetta ekki góðu lífsbyggi sem hann var með hann er bara ennþá að sofa á gaurin getur gista hvað hótel sem er jú, ég sko hann er ennþá bara að gista á sofanum með vinni sínum að því að þá verður lífið alltaf nettara, skilur hann er bara hann má eiga það hann er með geggja mentality hann er öruglega þannig peninga hann gæti alveg verið rugglaðari, skilur mig já. En með tónleikana að Bieber var búin að fara á 1.000.000 staði áður en kemur Íslands, eða ok samt en þetta er ekkit, hann var bara halfway through skilur, en ég held hann við minna hann hefði bara endað þessa tónleika án þess að klára það eitthvað en allavega, hérna viltu tala meira um tónleika, má ég fara inn í eitt topic sem ég var að uppgöta meðan þú varst á Akureyri þú mátt fara yfir í það eitthvað annað sko, ég þetta væri samt einhvern tíma væri ég til ég að myndi sko, þú er bara búin að fara á tvenna tónleika mína tónleika, Bleikt ský og Korn nei, ég er frá alla tónleikuna já, meinar ég fór á bara ég, þeir þú fórst á þeir þeir það voru litli tónleikar það var húrra bara ég, þeir Vagga og Velta 5 var ekki og 5 var bara 5 var á Græna hattinum
og Ég beila á því. já, þú veist það líka fyrir norðan á Akureyri. Ég held að græni hattur var við hliðin á Hardrock hérna. Hvað er það? Nei, það var Rosenberg. En hétt ekki eitthvað svona græna herbyggi eða eitthvað? Jú, það er annað dót. Ísis maður. En það sem ég vil segja er ástæðan fyrir ég held ekki útgáfutónleika fyrir 5 var að ég gaf plötuna 15. október og síðan kemur bara nóvember og síðan er bara júlavenur. Ég tímdi ekki að keppa á sjálfum mig. Það var pælingin. Ég skil. Allir útgáfutónleika sem ég haldið annars hafa verið episkir sko. Já, ég samanlega því. Mér var líka Bleikski geggjur. Vaggo Velta var náttúrulega svona ákveðin hápunktur. Mér fannst samt sko Bleikski, sko Vaggo Velta var svo mikið, þá var allt dótið nýtt. Þá átti ykkur 3 hittar að eitthvað. Já, og líka Það var eitthvað momentum, skilur og það fréttist út allan bæ að það væri uppselt. Þannig að var alveg, þú veist, það var svo mikil biðröð og mikið að liða að hringja og koma inn og eitthvað. Mér varst það svalið tónleikar. Ég hef alltaf, kunni alltaf vel að meta það, sko, og líka geggjur lög á svo fucking disk, maður, og svo kom Dóri DNA, þarna, Gísli Pálmi kom. Já, allir, Aron Kahn, Frikki Dór. Já, Aron Kahn líka, veist, hann var, þú veist, 15 ára. Úlfur. Aron Kahn var fucking 16 ára, sko. Það er crazy, hann var svo mikil báskitt, þannig að koma það upp á svið, sko. Aron hefur alltaf verið nettur. Síðan hann kom fyrst í stúdíóið og ég fíla líka, einhvern tíma fórum með Aroni á Ísafjörð, hvort það hefði verið bara þetta ár og hann þurfti að fá við sem mátti ekki spila. Hann þurfti að fá skriflegt leyfi frá mömmu sinni og ég fílaði svo mikið hvernig hann tæklaði það. Hann var bara, I don't give a shit, hann var bara gaurar. Ég þarf að fá skriflegt leyfi frá mömmu, skilur, ég er bara fucking 16, skilur. Það er fucking soft. Ég fíla, hann var ekki eitthvað, hann var bara, þið eru vangefnir, skilur, ég er 16. Já, hann er búin að vera með geða cool feril að mínum að, sko. Ég er ógeðslega spennt fyrir nýja Disneymanns. Já, sem er komið þessu ári. Já, er það? Já, þessu ári. Ég held hann af átt að koma fyrra. Já, en ég skal segja það er, núna eru menn. Er ekki allir bara að safna? Nei, það eru allir að sitja á, skilur, það eru allir komni með disk. En hvernig er það þegar þú ert búið með disk? Hættur þú bara að rappa í smástundu? Er enginn eins og Lil Wayne á Íslandi að gera 300 lög á dag, skilur? Lil Wayne gerir ógeðslega mikið lögum. Hann gerði, ég held í alveg. Nú vil ég bara fá að segja sjálfur, nú sko, á 10 ára ferli er ég búin að gefa út 7 gísladiska. Mér finnst það heldur gott. Skilur ekki með Lil Wayne ekki með fucking Lil Wayne það er engin neitt með fucking Lil Wayne manstu hvað Lil Wayne var stór þegar Carter 3 kom já tjóðl þarf ég að mér langar svo að sjá Carter heimildamindin aftur er það heimildamindina sem mátti ekki taka upp sem mátti ekki taka upp? Nei, mannst ekki að gera heimildamind þar sem Lil Wayne var búin að gefa leyfi svo nefnt hann aldrei að taka viðtöl hann að Guðrún bara eitthvað var alltaf fyrir maður með kamerun og gáði sér út myndina This interview is over af hverju sagði hann þáttur? Það var eitthvað ógeðslega að fyndi eitthvað, do you consider yourself a rockstar? This interview is over Mér hefði líka Lil Wayne í djúvel held ég að það er leiðilegu gæm Ég veit ekki. Þetta er don't meet your heroes, skilur? Ég myndi aldrei, það eru nokkri svona gæjar sem ég fíla, til dæmis Young Thug, maður ekki að heita hann, þó ég dyrki tónlist hans. Ég heit hann. Já, og það var hræðilegt. Come here, kid. Já, líka bara eitthvað svona, taktu bara fokkin myndur. Þú veist, ég fatta. Come here, kid. Já, varst það ekki pissed? Nei, ég gæti ekki hugsað. En svona in hindsight sko leiðilegasta svona moment sem ég upplöði var að hitta Schoolboy Q það var svo leiður við vorum på Axis að taka mynd á hann og vorum eitthvað að spyrja bara hei, og sko þetta var svo mjög legit af hverju hann var leiður og það var ekkert fyndið við það Hvað var það aftur? Hann var svo, hann fór bara deep í það hann sagði bara við fórum bara eitthvað stuðið, hann bara, jú, bara one more show of white kids, eitthvað svona, og hann bara, og hann fór að tala skiluru, hann sagði, ég er búin að, þetta er bókstaflega það sem hann náði að segja við okkur á 10 mínútum eitthvað, hann fór að tala sko, ég spila,
bara krát eftir krát en ég er ekki að spila fyrir liðin sem mig, skilju það er privilege að mæta á tónleikum með mér og sem er reyndar, þú veist, það er ég held að hann hafi get ekki sett það í samhengi til dæmis á Íslandi það væri alveg svona það er allavega engin ástæða til þess að en seldum miðana en á ótíðaringur það er engin ástæða yfir því að vera leiður yfir því á Íslandi allavega það getur ekki verið baksins bara, nei, trú ekki bara held hann að vera ekki privilegst lið á Íslandi nei, ég er að segja sá hann hörpuna nei, það sem ég er að segja er að ef að pælingin var að það væri bara hvíti krakkar já, gaur hann heldur alltaf að Íslanda sé bara Evrópa já, það er ógeðslega fyndið Were you from Europe? það er ógeðslega fyndið þú sé bara samaður frá Spáni og Rússlandi mér finnst ógeðslega fyndið þegar það tala bara Europe já, Europe he's from Europe já ok hvað í fokkar er þetta að tala skilur við? En eitt ég verði að spyrja út í þetta, við erum ekki búin að tala þetta maður en gerum við ekki að sama með að segja US, skilur við? Verðum maður ekki smá að taka en US ég veit að við erum ekki að tala um Ameríku heimsálfuna við erum ekki að tala um óvart Argentínu þegar við tala um nei, en það er líka Suður Ameríka, skilur við? En ég veit hvað meinar en þetta er svona, maður spáir samt í þessu þetta er svo en United States of America land, skilur við? Ég veit en það sem ég er að segja, þetta er humongous fucking land. Já, þetta er rauninni 50 lönd. Já, og það eru mismunandi reglur og veist, það er ekkert eitthvað allt gildur alla, dæmi, skilur, það er alls konar sitt í gangi. Já. En þetta er smásamt eins og að vera líka bara og tala um bara US og þú veist að tala um Kanada, skilur. Já, kannski, en Europe, auðvitað er þetta stúpid og ég sérstaklega þetta Europe, sko er svo ógeðslega stór og þetta er svo ógeðslega mismunandi. Þetta er örugglega meiri mismunandi heldur en fylkin í Bandaríkjunum. 100%. Það verður ekki tekið umræðin. Við erum komið þá hrein. En allavega, þegar þú varst á Akureyri, þá gaf ég mig tíma Akureyri. Þá gaf ég mig tíma til þess að bæði við hlusta á þetta, kekja hættir. Hlustaður á hlustaður á strákar að svara spurningunum. Já, shit, hvað fyndið þið En hvernig vissi Birkir Bekkur að ég væri freknóttur? Það er Varst búin að segja hann Ertu freknóttur? Bro, ég er með freknur Þú veist, ég er að segja fyrir þáttinn Nei, ég er ekki með freknur en mér finnst að hann að halda það. Það gefa fólki eitthvað alltaf meira og meira details, sko. Nú er það að stoppa allar með freknur Nei, þetta var gutt sér þáttur en þættir sig Það er finnast í heimi að móðga eitthvað með að byrja að segja eitthvað sem freknóttur. Já, sérstaklega ég fíla freknur ekki þetta, mér freknur mjög svalur. Ég hef alltaf verið freknumaður, sko. Er það ekki? Jú, maður. Ég er líka með freknur. Já, þú veist, þetta er ekki one of us, samt. Ég er ekki ein frekn, bara stór frekna, skilur ég er með ég er með freknur og þegar sérstaklega ég er búin að vera í sól. Það er juicy, maður. Það fæ ég svona, maður verður svo ógeðslega sætur með freknur. Ég veit það, þess vegna þegar ég fer til útlanda í sólbað, þá verður ég svona einstór frekna. En þú veist, engin skil. Jú, en máli skilin verður eins og freknur. Fattar það mig? Ég er meiri frekna heldur en venjuleg húð. Já. En allavega, þetta er svona mín stúan end út af því að ég var að horfa á fullt af stöffi meðan varst í burtu. Og mér langaði geðvikt að sýna þér eitt gæja. En ég ætla kannski að koma með pínu forsu. Ég er búin að fylgja ykkur svona líkansrætta liði á Instagram og YouTube og svona dæmi. Og það er mjög óhefðbundnar æfingar mjög fyndið. Ertu að skoða þetta því, ertu að koma þér í form? Nei. Nei, bara ekki nei. Og ég myndi líka aldrei koma í form með að horfa á þess að gæja, sko. Nei. Ég er að tala um óhefðbundnar æfingar. Ég er svo gaur, hann er því að æfa hálsinn sinn. Annar gæi er að æfa kjálkan sinn. Og einn gæin er að æfa hnúana sína og úlliðina sína. Maður sínaði gæin sem er að æfa úlliðina sína og Af hverju myndir þú að æfa úlliðin? Eða þú veist, af hverju líka Ekki fokkin senda okkur skilabóð það. Mér er alveg, sko, ef það er svar þá er með drullu fokkin sama. Já, og ef Arnold Schwarzenegger gerði það ekki þá þarf enginn að gera það. Í alvöru tala.
Arnold Schwarzenegger lúkkaði mjög vel í gamla daga. Lúkkaði hann vel samt. Já, bro. Að þú veist hvað er talað. Menn er að koma, komdu með, sýndu mér mynd á Arnold Schwarzenegger þegar þú myndir segja að væri svona tímabilið hans, skilur við. Ok. Ég til að sjá það. Hérna í Mr. Olympia. Er það mynd? Já, þessi minna, tjekka á þessum fucking gæja. Já, ok, þetta er klikkun. Og horfðu síðan á Mr. Olympia bara, hérna, ef við skoðum bara 2019 eða eitthvað. Já, oi. Fattur þið, þetta er ekkit... Var hérna... Schwarzenegger er bara Já, ok, mín... mér finnst þetta viðbjör. Ég hef aldrei, hérna... hann er, veistu hvað, hann er nákvæmlega eins vaxinn og dóta fígúrur. Action man. Já. Nei, ekki eins og action man. Alltaf, er ekki þess að hasa heitir bara action man. Þetta er bara eitthvað bits sem ég er. Hvað? Hvernig það skera því framan? Hann er með rispur og hann lappi gennum greni til því. Sko, við erum að skoða myndir af Action Man. Akkur Action Man, var Action Man svona meira... Action funky. Akkur er þetta að leika á? Funky? Maður sjá það, ljósara Action Man. Nei, hvað er í gangi? Þetta er þetta ógislega fyndið maður. Hver er þetta? Maður sjá. Það er ofar. Hver er þessi? Action Man Adventure Action Man. Þú ert komin í eitthvað konceptótt, sko. Já, eða samt. Leggst þú með Action Man? Já. Ég nefnilega held að ég hafi aldrei verið Action Man. Ég var fyrst og fremst með G.I. Joe, sko. G.I. Joe? Já. Ég veit ekki eins hvað það er. Ég skal sína, ég held nefnilega, mér finnst ekki órúlega að þú er líka með. Svo er náttúrulega líka með Turtle-skallana og allt. Maður séu G.I. Joe. Sko, G.I. Joe voru svona minni gaurar, maður ekki allir útjöfunir. Jó, ég var með svona. Já, ég dýrkaði þessa, sko. Ég var með þetta en ég var náttúrulega, fyrst og fremst var ég Turtles maður, sko. Turtles... Mér finnst þannig, ég reyndi, svona, þegar þú segir G.I. Joe, þá hérna, man ég vel eftir, Turtles voru... Það var langskemmtilegast með Turtles maður. Manstu eftir hérna úr Turtles... Þeir voru bara, mér fannst bara svo nett. Þeir voru svo nettir, skilur. Þeir voru bara að chilla í einhverjum holræsum, skilur. Það er auðvitað ástæðan fyrir ég fór að rappa síðan, skilur. Rapp, eitthvað, holræsi, graffiti, pítsur, skilur. Ég skilur þig, en... Átturðu Samurai Turtles? Ég á Samurai Turtles núna. Ég átti ekki þegar ég var yngri. Átturðu ekki? Ég átti alveg impressive safn í gánaði. Ég átti líka, hérna, ég var eiginlega að sína það. Ég átti nefnilega ekki impressive safn. Ég man eftir einu, ég átti nú, mamma kipti einhverja Turtleskalla fyrir mig. Ég man eftir einu mómenti þegar við fórum að kaupa Turtleskalla og þeir voru allir uppseldir og það var bara hann að frétta konan eftir. April. Já, og við kiptum hann, bara að því ég var bara eitthvað leiður og langaði svo í Turtleskall. Ég átti hana. Já, en þú þurfti samt að eiga einhver Turtles til að eiga hana. Já, hún var aldrei hetjan í sögunni. Skrifaði Turtles April action figure, skilu. Nei, sorry, hérna, já, nei, þetta er eitthvað nýtt dæmi, sko. Þarna allir dæmis. Já, þú varst með þess að hér. Getur skrifað old, eitthvað, já, þetta var bara nákvæmlega þetta. Já, þessi hérna. Já. Þetta dæmi, skilur við. Þessi er alveg söl. Já, þetta var ekki svona svolt. Nei. Það var ekki svona mikið díltelar, sko. Þetta var miklu meira bara svona... Hún bara föst. Manst þetta er líka leikfengur sem kannski ekki reyft neitt, bara stittur. Já. Ha? Hvað ætlar að gera með það? Nei, Nei, Turtles alveg snill. Ég keypti sko... Ég let svona æskudraum rætast daginn og keypti stút fullan póka af Turtles-köllum. Já, ég sá það, ég verða viðurkenni, ég upplifði tilfinningu sem ég hafði ekki upplifað áður. Að þið langaði í það? Já. Það varstu öfundsjúkur. Já, en líka, málega, ég var svo confused, þetta með langaði í það, en svo er ég bara svona... Af hverju? Já, ég er ekki að leika með það. Ég segja þér, spurðu mig hvort það hafi verið worth it. Var það worth it? Nei. Ekki? Nei. Spurðu mig hvort það sé fyrir mér. Er það fyrir þér? Já. Há ég takkað að þér? Spurðu mig hvort það sé ofta detta úr hillunni sem ég er með í fyrir ofan eldavélina. Er þetta ofta detta úr hillunni sem með í fyrir ofan? Ekkert geð þetta oft, en stundum. Hvað, af hverju jarðskjálftið þarna? Nei, ég elda, þú veist. Á ég segja hvað þetta er? Það er eitthvað svona hilla fyrir ofan... Turtleskallana fyrir ofan eldavélina?
Þannig allir út í bara fitu. Nei, í fyrsta lagi með viftu. Öðru lagi ég ekki að djúpsteikja neitt í og ég skal senda mynda því maður. Ég get sett hérna á Instagram líka fyrir ef að fólk forvitið það hvar He-Man eitthvað sem ég náði ekki ná. Þetta samt Thundercats. He-Man sko... Já, ekki Thundercats heldur. Ég veit ekki, var ég svona lélegt barn að vera bara Turtles? Gaur. Ég pottið eitthvað sem að ég man bara ekki eftir sem að... Þú átti pottið He-Man leikfengmaður. Nei, ég átti ekki He-Man. Í alvörun? Áttur ekki þennan gæja? Nei. Hvað varst að gera? Ég átti ekki heim í innbýlshúsi. Sorry að máminn og pabbi gáði mig gott líf. En tjekka... Sjáttu þetta mömmu upp að það, hún hlustar alla þetta, hún gaf mér mjög gott líf. Ég veit það. En tjekka var hlutföldum, heist langa lappir í mann. Já, þetta lúkis, Arnold Schwarzenegger lúkis sem við erum að tala sko. Sko, nei. Mamma, nefnir að segja, hvaða dót var ég mest að leika með, sko? Ég bara mamma ekki. Feist þú bara Ken í staðin fyrir Axelmann? Nei, ég var mikið að leika mér, ég var líka svo mikið í bara svona... í Lego og Playmo. Mikið Playmo. Playmo var the shit maður, ég verði að sína þér eitt hvort þú fáir flashback. Mikið Playmo. Hvað þetta? Playmobil Wildlife? Nei, Wild West, ég áttur mikið að kúrega Playmo-dóti maður. Áttur þú ekkert svona? Jú, ég tengi sko. En þetta ég fæ ekkert eitthvað svona Færi ekkert svona En ok, maður sína þér eitt sem færi það gaur sem æfa úrliðina sína og hnúana sína. Ok, ég hata það strax. Ég ætla að fara svo langt að segja, ég held þú getur ekki hatað mér en ég. Ertu búinn? Ég ætla til að reyna á það. Ég ætla að refresha og það ég ætla að hafa hljóðið. En þú veist, ok, býttu aðeins, ekki þú fucking stoppa þetta. Hvað hann að gera? Hann að dapa þetta er ekki æfingar það er svona gaur sem að fleygja sér niður, þetta er bara stúpid þetta er bara nei. En þú veist, hlusta aðeins á því aðeins að hækki í þessu hann er að lenda á handabakinu og heyrðu hann anda hann er grím á sér það er COVID-free hættu svo, hann líka bara rispa á sér húðina. Fór þetta ekki töðunar? Jú, fyrsta lagi fyrir fucking töðunar á mér hann sé einn með grímu. Ég hata það. Ég gjörsamlega fucking hata að sjá fólk til dæmis eitt út í umferðinni með grímu eða þegar fólk er úti að skokka með grímu og sumir eru búin að segja við mig þegar ég spyrir okkur fucking út eitt með grímu. Af því að það er svo gott við kulda. Já, ætlar það að fara að venja það á að vera með einhverjum skurðlækni grímur. Og veistu hvað fríkaði mig út daginn að hugsa Já, ekki náttúrulega trefilega að renna upp eða eitthvað. Það er bara... Þetta með surgical mask. Með skíðagrímu. Eru allir ekki að hissa þegar sé hlýra í framan eða setur eitthvað fyrir framan andin? Var ekki búin að spotta þetta áður? Þetta er ótrúlegt. Ég kefti mér, þegar ég fór að renna mér í Hlíðarfjalli, kefti ég mér skíðagrímu. Varstu bara eitthvað, fuck hvað þetta er hlýtt? Ég getur ekki að setja svona grímu líka á tásun. Það var fullt af liði sem var að renna sig með grímunar. Guð maður. Og sorry, ég talaði um þetta reyndar í síðasta þætti, en ég ætla ekki að vera eitthvað að fara of mikið í þetta. En þetta fer ekki fara að gera þetta að vana. Og sérstaklega ekki á þessum forsendum. Erum við þegar COVID er farið, skilur við, þegar allir eru búin að fá Pfizer, bara allt í topp málum, eru þá einhverjir sem eru að fara að vera áfram með grímu að þið er svo hendugt í kulda? Ég vona, bara það svona separata, þú veist, ógeðslega sniða á fólki frá okkur hinnum, skilur. Og það því að það er örugglega ekkert meira sem fyrir töðunum heldur en að líta alltaf svo mikið á björtuleganar að það verður eiginlega bara ógeðslega pirrandi. Getur þetta ekki dæmi? Grímurnar, bara svona, já, þetta er alltaf, við þurfum að gríma, þetta er líka hlýtt og allt. Já, finnast þetta að vera jákvætt. Já, þú veist, hvað, ok, er þetta ekki svona means to an end, skilur? Þetta er eins og
þetta eins og fólk að leyfa, ég sé börn með grímur, börn þurfa ekki að vera með grímur, bara samkvæmt lögum þá þurfa börn ekki að vera með grímur. Og það smit ekki? Það ekki? Nei, sko bæði, það er minni, það er minni smitt þetta hjá börnum, þetta hefur minni áhrif á börn sem smittast og síðan er bara verið að vernda börn, skilur, og verið að vernda krakka. Og mér finnst þetta að vera ofbeldi, mér finnst við eigum að vera með grímurnar í öllum þeim aðstæðum sem við þurfum að vera með þér. Já, strætó, ok, skilja. Fair enough, krónunni, fair enough. Einn á skíðum? Nei. Já, og mér Einn í bílnöðinum? Nei. Fórstu upp í Bláfjöll eða á Akureyri til að fara á skíði og hélst að yrði bara ekki að heitt þarna. Veistu hvað Já. Af hverju þurftur þetta fyrir ekki mest í töðunum í COVID þegar fólk segja mig, ég er bara mest alltaf bara næs að vera með gríman á mér út af að kom smá vindur framan í Nei, ég er alveg samanlega ég náttúrulega er meiri sér orðin of ekstrím í þessu sko. Ég er farin að testa sko. Ég er farin að labba inn í búðir á sem grímu? Já. Það er gengsta sitt sko. Nei, það er ekki gengsta sitt. Það er ekki gengsta sitt. Það er ekkert Ég er sammála minna gengsta. Þannig brjóða lög. Nei. Definition of gengsta. Það er ekkert minna gengsta en að vera skammaður og vita bara sög. Það er bara eitthvað, fuck að lappa út maður, það er fókin headlines. Já, þá væri ég bara flokkaði með hana reykjandi lækninum sem kom til Sölva, skilur við. Já, alveg talað. Ef ég fer inn í ykkur búð og fer að rífa kjaft út af grímunni, næsta sem að veist að mér, er ég bara mættur ykkur bíldruslu að reykja síkó með píuna hana, skilur við. Það er bara... Vissur að maðurinn hennar er grímingurinn í bónus. Sko, er það maðurinn hennar eða kynntustu þau? Já, við mótmælum bara. Ég hugsa... Og var þetta eina grímur þess að fólk inn í bónus og bara stoppaði tíminn bara. Hann segir svo mikið að legendir hlutum í þessu. Hann segir... Mér finnst þetta geðveikt. Hann segir... Eitthvað... Hann segir, þetta er vinkona mín, þetta er kona mín, vinkona mín, eitthvað svona. Og maðurlega, ákvæmdu þig. Af því þá hugsa ég að þau hafa potið verið að deyta bara, að vera bara að reykja síku í sleik, skilur, í byrjunum. Já, ég skilur. En síðan þegar hann segir þessa legendir í fokkin línu, sem er bæðið mest gangsta shit sem ég heyrst, þegar hann segir ég hringi allt gengið, nú hringi allt gengið, hvernig einasta En mástu líka að stelpan svo var eftir í bílnum? Nei, stelpan svo með hann inn í búinu bara hliðin á hann, með hann á öskra starfsfólki svo hann bara, þú er bara að resta fyrir mig mynda hann. Nei, veistu hvað myndi, sko við skulum hafa á hreinu að þau skipt sem ég hef sleppt í að fara með grímu er bara eins og ég fór ég fór að bílasölu í dag að sækja bíl og ég svona testaði að fara þar inn. Og stoppaður? Nei, ég var ekki stoppaður. Já, ég var ekki stoppaður. En ég en ég hélt líka fjarlægð. En ef ég myndi fara í Krónuna og einhver myndi segja, setja á grímun, ég myndi segja bara, já, fyrir ekki, ég bara glemdi. Ég myndi gera það tafarlaust. Ég myndi aldrei, og trúðu mér, þetta er ekki það, ég vil ekki vera með grímu og trú ekki á það. Ég er bara orðin svo þreyttur og ég er að vera með, sko, ég er að vera mega selfish. Ég er að vera svona, ég er að vera brutally fucking selfish með þetta. En í 99,9% tilfella er ég bara að hlusta og ég er bara að bíða. Mér er alls saman. Mér finnst þetta bara, mér finnst bara ágæslega leiðilegt að borða eitthvað og finna lyktina í og veistu hvað fyrir líki töðunar á mér? Sem að margir tengja potið. Eru þið ekki eins og reyna að ljúga mér þið setja alltaf ferska gríma á 2 tíma fresti? Ég ætla ekki að ljúga það. Ég tek stundum grímuna bara á gólfinu í bílnum. Ég líka. Já. Þú veist, út af ég er ekki að... Ég setja stundum á mig bara að því ef ég fer ekki með hana inn þá verður ég að gera útlægur. Skilur? Já, þú veist, ég er líka lent í daginn þar sem að ég skýst ekki út úr húsi. Ég er að fara vesnast eitthvað. Ég held ekki að fara í bílálögu. Það er búið að loka bílálögunni. Ég bara damn, ég fara í haug upp í skefinni. Já. Og svo er ég komin hanga, er ég ekki með grímu? Og þá er ég alvörinni. Byrjaði að kýla smá í loftu á bílum mínum. Já. Síðan er ég bara, fuck. Er gat í
það er svona bungur. Bungur, í alvörinni. Það er ekkert eins og sterkur að mér þetta bíllinn er bara piece of shit. Ok. En allavega... Finnst þið samt ekki að það er eins og í Hagkaup að... Það er með grímu við eingangin. Jú, 100%. Þú veist, mér finnst þetta... Hvað kostar gríma? Fyrir fyrirtæki sem... Ég teka þetta. Fyrir fyrirtæki sem kaupir 1000 af grímum. Við erum að tala 1000, skilur við. Við erum að tala milljónir af grímum. Ég held þessi bara, þegar ég að fá þetta bara í auratörn. Þetta er ekki króna, skilur við. Þetta er bara eitthvað djók. Tjekka á þessu. Ég var að fara á eitt fund einhvern tímann og fara út úr húsi og ég var svo óunnið að fara út úr húsi. Flesti fundir ekki enn Zoom eða koma bara skrifstofnir okkar og en ég eitthvað svona, fuck, ég er ekki með fungið grímum maður. Ég má gleyma þessu fundi. Þannig að ég fer mjög nálægt þar sem ég er að vinna og það kom með grímur og ég tek bara eitthvað svona að pakka, henda á borðið og gæði bara, það er 5.905. Ég eitthvað, Fyrir hvað margar? En svo er ég bara svona, ég lendist í þessu, ég er með svo mikið bjána stolt, þannig ég var aldrei að við ekki verið gæðin, ég óvart tekið vittlusan pakka. Keyptir þetta? Já, ég keypti það, voru eitthvað 300 grímur. Ok. Fair enough. En þú keypti, á 5.900 kall. Já, en þetta er svona, þetta er monies og mér langar að koma að dressa, ég veit ekki hvort ég talaði með það í þættunum, en ég var að tala held ég við hvort þetta litli frændi minnu var að segja þetta, en allavega eitthvað svona gæi bara á 8-9 ára. Hann var að segja að þetta var að fucka upp frímandanum hans. Það hann getur ekki lengur að fara að kaupa sér snúð, hann var að kaupa sér grímur sem kostar 100 kall. Hvað er hann gamall? Hann 10 ára, 11. Já, þá þarf hann að vera með grímu. Já. Þannig að þegar hann... Segðu litla bróðin bara ljúa samt, hann sé litla frændi að segja hann er grown man, maður. Segðu hann bara, ég er 7 ára. Þú skilur ekki? Nei. Ég er 7 ára. Ég er 7 ára, og enginn skilur ekki. Líkt að kenna litla bróðin Ég man eftir, þegar ég var ennþá að ljúa, þegar ég var að borga barnagjald í strætó, þegar ég var orðinn úlingur. Fokk, hvað það var að fyndi, maður. Ok, strætó í fortíðinni er eitthvað sem þurfum einhvern tímann að taka fyrir. Ég var til að taka heilan þátt sem við ræðum strætó back in the days og upplifun þína og mína á því hvernig það var að taka strætó með skiptimum í 3 vikur alltaf í mjóttinni. Já, maður var alltaf í goddamn fucking mjóttinni. Djúð var ég mikið í mjóttinni, maður. Manstætti að mjóttin var með litlu kleinurningina. Akkur rámaði mig eitthvað í þetta sem þú segja. Ég var svo mikið að skeita þarna. Já. Það var alltaf svona Don's Donuts, þetta er litlu kleinurninginir, hvort fengið svona flórsökum með það. Já. Geðveikt og svo hætti þetta. Hvar fekk maður þetta? Þetta var bara það sem langt sínu farið inn í mjóttina. Þetta er bara það sem strætó stoppstöðum var. Það var bara þar inni, sko. Inni? Það var sjoppa inni. Já. Það var sjoppa inni, svona eins og sundlögar. Ætla sé ekki ennþá, come on. Hvað er langt síðan fórst í mjóttina, skilur? Það getur bara sér ekki sagt það, skilur. Nei, ég get ekki sagt það. Við veitum ekki hvort það sé. En talandi mjótt, að þá miðbæja mjóttin, Hlemmur. Já. Manst eftir Hlemm í gamla dag? Já, þú veist, við fengum samt light version á Hlemmi að því Hlemmur var hellaður þegar pappar okkar voru úlingar, sko. Ég get ekki fatt að ímyndum með það. Það var hræðilegur staður. Það var pönkara tímabilið. Þú veist, manstu þeirra, það voru bara svona, byrjum á því að voru svona 30 gæjar sofandi fyrir utan og það voru svona 10 gæjar að rífast. Ég hef ekki taka bara sér strætó þótt. Jú, ég bara, getur fengið spons. Eru ekki bara drullu við strætó? Jó. Það er ekki bara að peppa strætó. Jó, nei. Eina sem ég fíla við strætó er hugmyndin á bakveða. Ok. Allt hitt fyrir töfuna. En þú veist, ef þú fyrir útlanda. Manstu þetta gormastrætón, gæjar, hafið þetta bara 2 vagna, for real. Ok, sko, mér finnst þú vera byrjar að snerta á contenti sem getur orðið góld. Já, en málið er bara og við höfum ekki næðan tíma til að fara í það, sko. Já, við erum konar á tíma. En það sem ég til að segja, ég var til að taka sér strætó þátt, tala gormastrætón, tala gömlu skipti með hana og ég hef alls konar hlut að segja það, sko. Já, ég var til að taka strætó þátt, ég var líka til að taka þátt með sko, mér er náttúrulega ógísla að taka Law & Order þátt, en þú náttúrulega er svo langt síðan að horfa á Law & Order. Það er ekki að horfa bara eins á... Ef þú horfa á 2 Law & Order þetta, þá er þetta alveg sett, sko. Ok, en myndir þú nenn að senda mér link á bara ræði? Hvað nákvæmlega að horfa? Já, ég skal gera það. En þá er ég alveg til það.
skilurðu. Ef ég þarf að fara ef ég þarf að gera eitthvað research sjálfur og finna einhverja Law and Order þætti þá ég fæ bara kvíðakast Sérstaklega við tókum daginn, þetta svona 90 seríur samtals eða eitthvað. Þetta viðbjóðslega mikið að þótti byrju ég að skrifa hennar Strætó Strætó verið good shit, sérstaklega gormakablinn hana. Fá Gísla Martin bara til að mæta og hann hatar Strætó líka en ekki bara hjóli. Nei, þú er alltaf líka bara að fara yfir þetta með þér það er svo margt sem þú hefur enga hugmyndum skoðun á en hefur, veist ekki hvað það tala Ég nenni ekki að vera að lesa fréttir alla daga Hatar hann ekki líka allt nema hjól? Nei, er þetta ekki gæi sem alltaf eitthvað kvart yfir einhverju svona reik og bílum og eitthvað? Nei, ég sko í grunninn er hann bara að segja að hann vilji minnka neyslu einkabílsins. Guð. Ég er sammála sér, skilur? Gísli Marteinn, slepptu bara að kaupa þér bíl og málaði dött. Nei, við höfum ekki tíma núna, en ég er sammála þessu. En hvað, er þetta eitthvað lífsmission hún? Guð, gerði eitthvað aðeins skemmtilega? Nei, ef enginn myndi taka leiðilegu hlutina, að því ég er svo þokkalega sammálaðir að þetta sé ekki dót sem ég myndi nennan spá í, en ég nenni alveg að vera með á móti, skilur? Og ég er alveg sammála því að ég held að vilt út til þess að Laugavegurinn sé göngugata eða að það sé bara bílar kérna. Langaður ekki að sjá líf í fucking götum í staðinn. Ég væri til að vera göngugata þetta er ömuleg gata fyrir bíla. Fucking glad, já, hræðileg. Gísli Marteinn er ekki að berjast fyrir að Miklubrautin verði göngugata, sko. Gísli Marteinn að berjast fyrir að Laugavegurinn verði göngugata? Nei, Ok, þannig að hann er ekki að berjast fyrir neinu hluti. Já, hættu þessu. Það er alls konar hlutir. Við þurfum bara að fara yfir á. Við höfum ekki tíma núna. Podcastalinn er búin í dag. Já, sem ég reyna að fucking segja. Herru, ég dýrka ykkur, takk fyrir að hlusta gerum mig greið farið inn á Instagram og followa okkur og farið inn á podcastappið hlusta þar, gefa okkur 5 stjörnur bara eitthvað skilur peppi okkur maður, show some love show some love people takk fyrir að hlusta, ég heiti Guðmundur Másson Arnar með ekkert andlit og þetta